Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Virðulegur forseti. Það er nú ekki kannski rétt að halda því fram að maður hafi verið þrunginn fögnuði við að sjá nýja ríkisstjórnarsáttmála, en þó var þar eitt og eitt atriði sem maður gladdist yfir. Eitt þeirra var setningin í samstarfsyfirlýsingunni, með leyfi forseta: „Jafnrétti í víðtækri merkingu er órjúfanlegur þáttur í réttlátu og sanngjörnu samfélagi.“ Þetta þótti okkur ánægjulegt, okkur sem erum jafnréttissinnar og femínistar í íslenskum stjórnmálum, og töldum þar að það væri til marks um það að hér hefði orðið til þverpólitísk stemning fyrir því að hafa jafnréttis- og kynjajafnréttismál á dagskrá. Allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar styðja átak til að jafna hlut kynjanna, he for she, en svo bregður svo við að hæstv. Dómsmálaráðherra segir að aukið vægi kynjasjónarmiða við skipan dómara sé ekki til velfarnaðar fallið. Það ber að halda því til haga að Sameinuðu þjóðirnar, hvorki meira né minna, beindi þeim tilmælum til íslenskra stjórnvalda í fyrra að fjölga tafarlaust konum í Hæstarétti, og nefnd Sameinuðu þjóðanna afnám allra mismununar gagnvart konum sem sendi í mars 2016 þessi tilmæli til íslenskra stjórnvalda, þar sem var líka rætt það almennt hvað bæri að gera betur í jafnréttismálum á Íslandi, og lagði sérstaklega áherslu á aðgerðaáætlun vegna ofbeldis gegn konum og því að fjölga konum m.a. í lögreglu og Hæstarétti. Hæstv. Núverandi forseti sagði hér á þinginu 15. mars 2016, með leyfi þess sama forseta: „En varðandi jafnréttið og hlutfall kvenna til dæmis í Hæstarétti hefur komið skýrt fram hjá þeirri sem hér stendur að það er óviðunandi að ekki gangi hraðar í þá veru að fjölga konum í Hæstarétti.“ En svo segir dómsmálaráðherra hér á dögunum: „Nú veit ég ekki hversu margar að ræða í þessu tilviki, en ég hef engar áhyggjur af öðrum en að konum fjölgi í dómarastétt. Ég tel enga þörf á að grípa inn í með einhverjum sértækum aðgerðum að þessu leyti.“ Virðulegur forseti, ég spyr hæstv. ráðherra: hefur ráðherrann engar áhyggjur af kynjahlutföllunum í dómskerfinu, og ef svo er, hvernig telur ráðherrann hún geti rökstutt þá afstöðu sína með hliðsjón af samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar? Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegi forseti. Það hlýtur að vera öllum mönnum ljóst að við skipan dómara hérna í landinu, við hvaða dómstól svo sem það verður, þau 3 dómstig sem hér verða eftir næstu áramót, þá skiptir öllu máli að þangað veljist hæfir einstaklingar. Og ég hef nú í þessari umræðu eingöngu vísað til þess að það er til staðar nefnd sem falið að meta hæfni umsækjanda dómarastöður. Þeirri nefnd er uppálagt að líta til hæfni umsækjanda, og þá er það verið að líta til fræðilegs bakgrunnar í víðu tilliti. Og ég hef nefnt það og tekið undir það sjónarmið sem liggur að baki löggjöf hæfnisnefnd, að þeir einstaklingar, þessi hæfasti einstaklingurinn valinn á hverjum tíma. Og ég fæ ekki séð hvernig hægt er að víkja þessu sjónarmiði til hliðar fyrir það sjónarmið að fjölga tilteknum einstaklingum í réttinn á grundvelli einhvers sjónarmið, eins og til dæmis kynjasjónarmið. Ég spyr þá bara á móti: hvaða sjónarmið vilja menn leggja til grundvallar við skipun dómara? Ég fæ ekki betur séð, og það er mín sannfæring fyrir því, að réttarörygginu er best borgið, helst staðið vörð réttaröryggið, með því að líta til hæfni. Ég hef líka sagt að ég hef engar áhyggjur af því, eins og staðan er orðin í dag, á meðal hæfustu umsækjenda á hverjum tíma séu konur jafnt sem karlar. Þá tekur til máls að nýju hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið, og ég ætla mér nú ekki að snúa út úr hennar orðum, en það liggur hér í loftinu, og hún hefur þá tækifæri til að leiðrétta það, að hún telji að réttaröryggi sé stefnt í hættu með að horfa til kynjasjónarmiða.
Ég vona auðvitað að það sé ekki hennar afstaða, en ég get ekki betur skilið á hennar orðum að kyn skipti engu máli. Það hefur komið fram í grein, til að mynda grein eftir Ragnhildi Helgadóttur 2015, sem hún skrifar í tilefni af 100 ára kosningaafmæli kvenna á Íslandi, kosningaréttarafmæli, að það skiptir máli að konur taki ákvarðanir á æðstu stöðum. Það skiptir máli að það sé sómasamlegt hlutfall bæði karla og kvenna alls staðar, og það án þess að sé slaka nokkurs staðar á hæfnis- eða gæðakröfum. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra og biðja hann að svara mér í því. Hvernig ætlar hún að beita sér í þágu þessara markmiða í samstarfsyfirlýsingunni að jafnrétti í víðtækri merkingu sé órjúfanlegur þáttur í réttlátu og sanngjörnu samfélagi? Hvernig ætlar hæstv. dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen að vera boðberi þessara sjónarmiða og standa fyrir kynjajafnrétti í Stjórnarráðinu? Þá tekur til máls að nýju hæstv. dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti. Ég get nú tekið það að mér að vera boðberi þessara sjónarmiða með því til dæmis hér að benda á það að í héraðsdómi, innan héraðsdómstólana, þar er nú því sem næst jöfn skipting milli kynja í dómaraembættum. Menn verða auðvitað að horfa á það þegar menn eru að líta til Hæstaréttar. Þar sitja núna 9 dómarar. Þeim er ætlað að vera 7 eftir næstu áramót. Og ég hef engar áhyggjur af því en að með tímanum, og það hefur verið jafnari skipting þar heldur en er akkúrat núna, að þá muni konum auðvitað fjölga við þennan rétt. Ég hef heldur engar áhyggjur af því af öðru en því að konur muni sækja stöður sem nú hafa verið auglýstar við hinn nýja Landsrétt. Og ég vil líka vekja athygli á því að í valnefndinni sem ég nefndi, valnefnd sem falið er að meta hæfi kvenna og karla, þar sitja nú fleiri konur heldur en karlar í þeirri nefnd. En ég legg áherslu á það að við skipum dómara, að þá sé litið til fræðilegs bakgrunnar fyrst og fremst